Velkommen í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 47 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég nota frekar mikið og geri reglulega en þó eiginlega of sjaldan til að ég græði nógu mikið á því. En þetta þá eins konar leið til þess að komast að því hvað það sem ég kann ekki. En ja, furðulegt og það hljómar kannski, þá þetta að tala við sjálfan sig. Mér dettur þetta í hug því að í dag endaði ég óvart á því að eyða nær öllum deginum í að reyna að búa til fullkominn texta fyrir verkefni sem að ég að búa mér til. Það ótengt tungumálakennslunni en hún tengd annarri vinnu sem ég geri og til þess að gera það sem ég ætlaði að gera þá þurfti ég að undirbúa mjög mikla dönsku. Ég hef búið í Danmörku núna í ágætlega langan tíma, en ég hef ekki eytt það miklum tíma í dönsku samfélagi. Það eiginlega of stórt að kalla það samfélagi. Það mætti frekar segja það að ég hafi verið innan nemendasamfélags sem að eru alþjóðlegir nemendur, þar að segja ekki danskir nemendur, og því endað á að tala meiri ensku við fólkið í kringum mig heldur en dönsku. Þá var ég líka mjög seinn að því að byrja að þora að tala þá litlu dönsku sem ég kunni og vegna þess ekki náð jafn miklum árangri, jafn hratt og ég hefði getað gert ef að ég hefði bara þorað að byrja. Þannig að ég ekki búinn að fá jafn mikla æfingu í dönsku og ég ætti að hafa gert. Ég alveg löngu orðin það sem að heitir að vera reiprennandi, to be fluent, og ég get alveg átt samræður á dönsku. En alveg eins og ég talaði í örugglega þætti númer 4 eða 5, það var allavega mjög snemma sem ég minntist á þetta, að þá ekkert mál að verða reiprennandi á máli með fáum orðum. Og nú ég að vísa í þessa kenningu félaga minns að þú kunnir tungumál þegar þú kannt að segja ég geri þetta á tungumálinu. Þannig að ég hef náð að tala mína dönsku, mína fátæku dönsku með mínum litla orðaforða í ágætlega langan tíma. Og ég hef mjög sjaldan reynt á mig að bæta þennan orðaforða eitthvað mikið. Ég hef hreinlega bara ekki oft þurft á því að halda. En stundum gerist eitthvað eins og í dag. Allt í einu þurfti ég að geta útskýrt ágætlega flókna hluti með beinskeyttari orðum en ég gæti komið fyrir mig, því að ég þurfti að ná að útskýra flókin fyrirbæri á stuttum tíma. Og þá mjög gott að eiga mikið af sértækum orðum, frekar en að eiga mörg víðtæk orð.
þá er hentugt að geta útskýrt hugmynd á 2 sekúndum í 3 orðum sem að annars gætu þurft 3 setningar á 15 sekúndum. Og þetta var ég að reyna að gera í bara nokkuð langan tíma. Ég var að þylja upp við mig hvað það var sem ég vildi ná að skila frá mér. Og þegar ég var búinn að gera mitt besta í að sameina þessar hugsanir, þá gat ég farið að skrifa eitthvað niður og textinn náði að verða 10 mínútur þegar ég var búinn að flytja hann. En hvar kemur aðferðin inn í þetta? Aðferðin var að ég talaði við sjálfan mig eins mikið og ég gat þessa hluti, þannig að ég bæði náði að móta skoðunina mína, en líka að sjá þá einmitt hvar götin birtast. Hvar mér tókst að búa til einhverja setningarmynd þar sem ég vissi nákvæmlega hvað ég vildi segja. Ég gat hugsað orðið á íslensku, ég gat hugsað það á ensku og ég vissi alveg hvernig ég ætti að koma einhvers konar dönsku orði fyrir. Ég hafði bara ekki hugmynd hvað orðið var. Og þá gerist eitthvað merkilegt í heilanum. Heilinn fattar að hann vantar eitthvað. Það er orðin þörf á einhverju sem að hann hefur ekki. Í ótrúlega einfaldri mynd þá er þetta sú heilavirkni sem að virkir dópamínið í okkur. Þetta boðefni sem að tengist þörfum og löngunum. Það sem að kemur á undan ánægju tilfinningunni þegar að við höfum náð að uppfylla vöndunina okkar. Eitt af því fáu sem að við vitum það hvernig við lærum hluti eða munum hluti er að dópamín á mjög mikilvægan þátt í því, eða kannski einfaldara og erfiðara að ljúga með því að hafa ekki rannsakað þetta. Ég hef að sjálfsögðu ekki rannsakað þetta beint. Er að vanta að vita eitthvað. Núna þegar ég er að segja þetta upphátt þá líður mér eins og ég hafi talað þetta áður og það er ágætlega líklegt. Því að dæmið sem ég tek alltaf þetta er að við erum flest öll frekar léleg í því að muna hvað fólk heitir. Og það er ekki af því að við erum svo vitlaus. Það er frekar vegna þess að fæst okkar vantar að vita nafn. Því að nöfn eru þannig séð ekki mikilvæg. Ef þú kynnist einhverjum nýjum og þú veist ekki hversu oft þú ert að fara að rekast á þennan einstakling eða þú veist ekkert hver hann er áður en þú kynnist honum, þú verð ekki séð hann á samfélagsmiðlum, það hefur enginn talað hann, þetta er hreinlega bara einhver nýr og hann kynnir sig með nafni og þú manst kannski að þú hittir einhvern. Þú manst að hann lítur svona út. En hvað hét hann? Man það ekki? Af hverju man ég það ekki? Því þú þarft ekki að muna nafnið hans til þess að geta talað við hann. Meira að segja, ef þú þarft að kalla á hann, þá dugar yfirleitt að segja hei, eða þú þarna, eða eitthvað þannig. Og þarft í rauninni ekki að einmitt vita nafnið á einstaklingnum. Það er undir ágætlega sértækum kringumstæðum þar sem þú þarft að muna nafn á einhverjum einstaklingi. Og þetta er það mjög algeng vandræðaleg upplifun að þú þarft kannski loksins að segja nafnið á einstaklingnum
en þú ert búin að þekkja hann í marga daga, vikur eða mánuði jafnvel og hefur aldrei þurft að segja nafnið hans fyrr en núna og þá er það orðið skammarlegt. Því þá þýðir það fyrir þér og fyrir hinum einstaklingnum sem heitir þessu gleymda nafni að hann var ekki mikilvægur. Undantekningin á þessu með nöfnin sem við gleymum, þar að segja fólkið sem að man nöfn rosalega vel, er yfirleitt fólk sem að finnst að skipta miklu máli að vita hvað fólk heitir. Líklega þá vegna þess að því sjálfu þykir það þá dónalegt eða leiðinlegt eða sorglegt þegar fólkið man ekki hvað það sjálft heitir. Þar að segja hvað þessi einstaklingur heitir. Ég man eftir einu svona dæmi úr menntaskóla. Ég átti þýskukennara sem að var mjög fljót að læra hvað hver einasti nemandi í bekknum hét. Og það kom seinna í ljós að þetta væri eitthvað sem að skipti hana máli. Hún var þýsk sjálf. Þetta var ekki íslenskur kennari, heldur var þetta þýskukennari. Og þetta var þá eitthvað sem að skipti hana meiru máli, mögulega vegna þýskrar menningar, heldur en það skipti mig máli. Ef við förum núna loksins allan hringinn aftur að því sem ég var að gera í dag, þá tókst mér að læra helling af dönskum orðum sem að ég hef aldrei leitað að áður vegna þess að þau fóru loksins að skipta mig máli. Ég þurfti að geta sagt þessi orð til þess að geta tjáð það sem að ég ætlaði að tjá. Og ég hefði örugglega ekki komist að því hver þessi orð væru ef að ég væri ekki viljandi að reyna að skapa eitthvað þar sem ég myndi þurfa á því að halda að nota þessi orð. Þetta er ástæðan fyrir því að ég læt lengra komna nemendur mína byrja að skrifa mjög snögglega. Því þó að einstaklingurinn jafnvel lesi ekki það mikið yfir höfuð eða almennt, þá verður hann að geta tjáð sig til þess að tala og þá af hverju ekki að tjá sig í gegnum skrifaðan texta. Þannig að nemandinn skrifar og þarf að skrifa eitthvað ákveðið og á meðan nemandinn er að skrifa hvernig vinnudagurinn hans lítur út, þá kemst hann að því að hann veit ekki hvað orðið hádegi er, eða hvort það sé til sérstakt herbergi, sérstakt heiti fyrir kaffistofu frekar en matsal. Kannski vantaði hann að vita að það væri til orð á íslensku sem að er korter en ekki 15 mínútur. Og kannski fattar hann líka að hann var aldrei búinn að læra kynið á penna. Þannig hann fór að vanta að vita þessa hluti. Og þetta er ein af bestu virkjununum sem við getum nýtt okkur til þess að læra hluti og til þess að muna hluti. Það er bara hreinlega að láta það skipta sig máli. Og það er ágætlega erfitt að þvinga það ofan í okkur hvað við viljum að okkur þyki mikilvægt. En þetta er þá leið til þess að fara framhjá viljanum okkar. Af því núna vorum við bara að segja eitthvað, að tjá okkur eitthvað og svo skyndilega kom augnablikið þar sem að það vantar, það heitir þarna, hvað var það aftur, byrjar að smetla fingrum og maður brjálast yfir því að muna ekki hvað eitthvað heitir eða hvað er og finnur það svo loksins
og manni þykir allt léttara aftur. Þannig að ef að þið eruð ekki að þessu nú þegar, þá mæli ég endilega með því að reyna þetta. Ég hef séð fólk tala að þetta er ekki skilvirk leið til þess að læra, með þeim rökum að þú getur ekki lært eitthvað í hausnum, eins og til dæmis nýtt orð, án þess að kunna það fyrir. Það er mjög erfitt fyrir þig að ímynda þér rétt orð út frá fyrri þekkingu. Sem er rétt, þú getur kannski búið til fallegt orð fyrir þennan hlut sem þú ert að reyna að segja, en það þýðir ekki endilega að hann sé réttur. En mig langar þá að mótmæla því að þetta sé óskilvirk leið, því já, það er rétt, þú getur ekki fundið orðið sjálfur, þú getur ekki fundið upp á réttri niðurstöðu sjálfur án þess að leita, en þá er einfalda lausnin að leita þá að því hvað það er sem þig vantaði að geta sagt. Þannig að skapa mál, tala eða skrifa, og þegar eitthvað kemur ekki upp, þegar eitthvað er óþekkt eða gleymt, að fletta því upp, búa til vöndunina og leysa svo úr henni. Fá svarið við spurningunni. Ég held að mér hafi tekist að tala merkilega mikið og pásu lítið í þessum þætti, þannig ég held að ég hætti að tala í þessa hringi sem ég er komin í og hafi þetta þá ekkert lengra. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.